hvert sem hvernig sem fer, ég trúi alltaf, trúði þér. Þú ert eins og ljósið sem skín svo skær, eins og lindar vatnið, svo kalt, svo tært. Því ég og þú, við eigum þennan dag. Ég og þú, eins og vangalag. Í dag, í dag, í dag. Ég trúði alltaf á kraftaverk, bak við fjöllin háu, hvar sem þú þín gæfa með mér, sem gola strýkur kinn. Við erum eitt, ég veit, ég finn. Ég og þú, við eigum þennan dag. Ég og þú, eins og vangalag. Í dag, í dag, í dag. Dregur fyrir sólu, gerist ekki oft. Við þurfum öll að anda, finna ferskara loft. Ekki brjóta brýrnar, drepa jafnvel á dyr. Þá einhver heima? Ég spyr. Því ég og þú, við eigum þennan dag. Ég og þú, eins og vangalag. Því ég og þú, við eigum þennan dag. Ég og þú, eins og vangalag. Í dag, í dag, í dag. Þetta var Guðmundur R. Gíslason að flytja lagið Eins og vangalag af nýútkomnu plötu sinni 1000 árs. Og hann kominn hingað til mín, til hamingju með plötuna. Já, þakka kærlega fyrir. Þetta alltaf sérstakt líklega að gefa út plötu. Já, þetta alveg ólýsanleg tilfinning. Maður þarf eiginlega bara að prófa til þess að geta upplifað það, sko. Þetta alltaf svo langur aðdragandi. Veist, þú kannski búin að semja sum lögin fyrir mörgum árum og það tekur tíma að æfa og taka upp og hljóðblanda og þetta svo langt ferli. En þetta var samt ótrúlega, ég var aldrei verið fljótur að þessu eins og núna. Það bara rúmt ár síðan að
að hljómsveitin Coney Island Babies hérna í Neskaupstað hafði samband við mig og spurði hvort ég ætti ekki eitthvað lög og ég sagði jú, ég ætti fullt af lögum og þeir buðu mig semst upp á það að koma að æfa með þeim, lögin mín og ég bara alveg, já, frábært, þetta var sem ég þurfti sko og þá var ekkert ákveðið að gera plötu, svo bara gekk svo vel að við ákveðum að gera plötu og Jón Knútur, trommarinn í hljómsveitinni, hann setti bara eitt skilyrði að við verðum ekki lengi að þessu því að senast þeir hafa eins og gert plötu og þeir voru mörg ár að því þannig að það var ákveðið að vinna þetta bara eitthvað hratt þannig að það rauninni bara, ár frá því við byrjum að æfa þannig að platan rauninni tilbúin. Bara rétt rúm meðganga? Já, rétt rúm meðganga. Það vísu eru sumlögin eldri, sko. Ég er búinn að semja það kannski svona helminginn á lögunum áður, sko. En síðan hinn helmingi samdi ég bara eftir við byrjum að æfa. Þannig að þeir höfðu svona skapandi áhrif á mig líka. Ég fór að semja ný lög. En svona einhver rauður þráður? Já, það rauður þráður í plötunni. Og sérstaklega kannski varandi útsetningar og lagagerð svolítið. Við erum svolítið að líta tilbaka til 9. áratugans, 80s, en samt ekki tónlistina sem var vinsælust á, ekki Vamm eða Duran Duran, kannski þannig. Heldur meira svona það sem maður var að hlusta á þá kannski jafnvel ennþá að hlusta á, eins og Smiths og Stranglers, jafnvel Ego og Baraflokkin og maður nefna eitthvað íslenskt. Þannig að, og við heyrðum það að lögin voru svolítið svoleiðis og við höfðum allir áhuga á þannig tónlist og Jón Ólafsson og Ný Dönsk sem upptökustjóri á hljómsveitinni, á plötunni, hann fekk að heyra hjá okkur pröfu upptökur og það var svo fyndið að hann heyrði líka þetta. Þannig að þá urðum við alveg sammála um það að við myndum, við bara erum ekkert að leyna því að við erum svolítið að gera svoleiðis tónlist. Þannig að við völdum, kannski sound, gítarsound og hljómborð sem við notum, Jón notar gamla synthesizera frá þessum tíma, þess að gefa svona heildar hljóm á plötuna. Þó lögin séu innbyrðis ólík, þá er samt svona rauður þráður, það svona 80s rock, nýbylgju rock. En þú ert nú heldur ekki alveg nýri í bransanum og kannski varst nú að spila einmitt á fullu á þessum tíma þegar sem varst að tala um. Já, ég byrjaði einmitt í hljómsveit á þessum árum, í hljómsveit minni okkar, Sú Ellen, hún var stofnuð 1983. Og við vorum að hlusta þessa tónlist og reyna að búa til svona tónlist og gekk alveg ágætlega og við gáum út okkar fyrstu plötu líka á 9. áratugnum, 1987, fyrir akkurat 30 árum síðan og komumst þá í fyrsta sæti vinsældarlista Rásar 2 með þið ódauðlega lag Símoni Lasin, sælla minningar. Þannig að jú, ég hef verið í bransanum og hef gefið út nokkra plötur með Sú Ellen og eina sólóplötu reynda líka fyrir 10 árum síðan. Já. En þessi tími með Sú Ellen, skemmtilegt að horfa tilbaka? Já, æðislega gaman að horfa tilbaka og við erum ennþá starfandi svona með hléum og þessi ár sem við störfuðum á fullu krafti, það má segja að það sé frá 1987 til 1993, það voru bara frábær ár bara eina bestu árum lífs míns enn sem komið Þetta var allt saman svo ótrúlegt samt þegar maður lítið tilbaka. Við gáum út plötu og keyptum okkur rútu, ljós og hljóðkerfi og allt bara sama árið, 1987. Já. Og það var bara ekkert mál, skilur við. Ég var 17 ára og Steinar 18 og hinn aðeins eldri en þetta var bara ekkert mál, Ef maður bara fullur af bjartsýni og ætlar að gera hlutina, þá er það bara hægt og við sýndum það alveg, En eru þið ennþá að koma saman í dag og spila? Já, við spiluðum bara núna daginn þegar Norðfjarðargöng voru opnuð hérna í Neskaupstað. Og það var líka 30 ára útgáfu afmælis tónleikar hjá okkur og þar á undan spiluðum við á Bræðslunni fyrir nokkrum árum og síðan höfum við hist líka bara á Eft og samið, þannig að við erum að spila og það er alltaf annars lagið verið að hringja og biðja okkur spila en við segjum mjög oft nei að við höfum ekki tíma en alltaf annars lagið spilum við og finnst það rosalega gaman. Já. En kannski út í annað, þú ert einnig framkvæmdastjóri Samvinnufélags útgerðarmanna í Neskaupstað, þetta er mjög stórt nafn. Já. Sún. Sún, já, í daglegu tali alltaf nefnt. Í daglegu tali. Hvað er Sún? Sún er samvinnufélag sem var stofnað 1932, þannig að það var bara mjög gamalt félag. Upphaflega var það þannig að þetta voru litlu útgerðarmennirnir í Neskaupstað, þar á meðal afi minn, sem stofnuðu þetta félag upphaflega til að flytja inn salt. Þegar það voru kaupmenn í bænum sem voru að okra saltinu þeirra mati, þannig að þeir bundust samtökum til að flytja inn salt sjálfir og síðan líka að selja veiðarfæri og annað slíkt. Og þetta félag þróast síðan út í það að verða bara stórt
fyrirtæki, félag, útgerðarfélag og og til að gera langa sögu stutta þá stofnaði þetta félag ásamt öðrum líka Síldarvinnsluna 1957 og Sun ennþá hluthafi í Síldarvinnslunni. En Sun í dag samt verslunarfyrirtæki stæðstum leyti. Við rekum Fjarðarsporti í Neskaupstað og veiðiflugun á Reyðarfirði og svo erum við með umboð fyrir Ólís og fyrir tryggingamiðstöðina og við höfum byggingafélag, við höfum byggt hér íbúðir. Þannig að Sun svona í ýmsu. Og síðan nýtum við að því að það gengur vel hjá Síldarvinnslunni sem við eigum hlut í. Við nýtum þá peninga sem við fáum þar í arð af Síldarvinnslunni í menningar- og viðurkenningarsjóð og Sun úthlutar 2 ári stórum fjárhæðum til verkefna innan Fjallahrings Norðfjarðar. Þannig að þetta svona samfélagsuppbygging mikil. Já, þetta samvinnufélag og það á það enginn, þetta ekki hlutafélag þannig séð, það eru bara félagar í félaginu og það var tekin ákvörðun fyrir mörgum árum að láta ágóðann af félaginu renna til samfélagsins. Sem er mjög falleg hugsjón og ég í því að framfylgja henni á stjórn Sun. Frábært. Nú aðventan handan við hornið. Já. 2 dagar í þetta. Göngin það nýbúið að opna göngin. Já. Telur þú fæddur hér og uppalinn og búin að búa hér mesta þína tíð. Já. Telur að göngin muni breyta einhverju til dæmis á aðventu fyrir Norðfirðinga eða bara ekkert Norðfirðinga fyrir bara fjórðunginn? Já, göngin koma til með að breyta mjög miklu og það náttúrulega svona mann búin að spá og spekulera hverju breyta þau en það náttúrulega eftir að koma í ljós. Ég veit alveg að það verður meiri traffík til okkar núna á aðventunni, fólk að koma bara til þess að skoða göngin og líka kannski kíkja í búðir og það verða öll samskipti við í Neskaupstað náttúrulega miklu einfaldari og samskipti bara innan Fjarðabyggðar verða allt í einu eðlilegri því að þau hefðu náttúrulega bara verið erfið vegna þessa fjallgarðs sem við þurftum að keyra yfir áður. Við bindum mikla vonir við Norðfjarðargöngin og þau breyti heilmiklu en við erum samt sem áður bara raunhæf. Það enginn sem segir það að hér komið til með að fjölga íbúðum með fleiri hundrað manns eða allar búðir fara að græða á tá og fingri skilur við. Þetta verður vonandi bara svona hæg og skemmtileg þróun og það verður rosa gaman að fylgjast með hvað gerist. Ert þú jólabarn sjálfur? Nei, því miður ekki viðurkennt það. Ég ekki ofboðslega spenntur fyrir jólunum ekki þannig. Þau eru að sjálfsögðu yndislegu tími fjölskyldunar og allt annað en já, ég bara tiltölulega rólegur yfirleitt yfir komu jólana. En þegar þau eru komin þá eru þau bara yndisleg En ég nefnilega vissi þetta, eða vissi að jólatónlist væri ekki neinu sérstöku uppáhaldi. Nei, ekkert svakalega en það eru til samt alveg mörg flott jólalög, það bara vandamáli við jólalög að þau endurnýja sig ekki nógu rætt, það kom ekki út nú mörg ný jólalög, þannig að þú ert kannski að hlusta á jólalög sem þú ert búin að heyra í 30 ár eða 40 ár, eða veist bara síðan þú manst eftir þér. En það ekki sjárminn? Já, kannski maður er svolítið leiður að þessum. En ég ætla samt að enda þáttinn. Já. Við erum búin að fá eitt lag á nýju plötunni og við ætlum að enda þáttinn á því að fá þig til að syngja eitt jólalag. Já, bara mín ánægjan. Já, og hvaða lag valdir þú af hverju? Örstutt? Já, það lagið Gleði og friðarjól eftir Magnús Eiríksson og sem Pálmi Gunnarsson söng svo eftirminnilega árið. Og mér finnst þetta vera svolítið sérstakt jólalag af því að þetta er svo opaslega fallegt lag og líka svo góður boðskapur. Þetta allavega það jólalag sem ég fæ ekki leið á þó ég heyri það ár eftir ár. Frábært. Þakka kærlega fyrir komuna og bara það verður gaman að heyra þig flytja þetta lag. Já, takk sömuleiðis kærlega. Og við kveðjum ykkur héðan frá Neskaupstað og óskum ykkur bara gleðilegra jóla. Út með ilsk og hatur, inn með gleð og frið. Takt á móti jólunum, með drottinn þér við hlið. Við hætt í heimi, horfin friðarsól. Það geta ekki allir gleð og friðarjól. Munda þakka Guði, gjafir frels og frið. Þrautir raunir náungans, við
koma okkur við. Bráðum klukkur klingja, kalla heimsum ból. Vonandi þar hringja flestum gleð og friðarjól. Biðjum fyrir öllum þeim sem eiga bát og þjást. Víða mætti vera meirum kærleika og ást. Bráðum koma jólin, víða gjafirnar. Út allar byggðir verða boðnar kræsingar. En gleymum ekki Guði, hann son sinn okkur fór. Gleymum ekki að þakka fyrir gleði og friðarjól. Biðjum fyrir öllum þeim sem eiga bát og þjást. Víða mætti vera meirum kærleika og ást. Bráðum koma jólin, víða gjafirnar. Út allar byggðir verða boðnar kræsingar. En gleymum ekki Guði, hann son sinn okkur fór. Gleymum ekki að þakka fyrir gleði og friðarjól.